Jæja, þá erum við komin hér á föstudagskvöld á Kotmóti og það er alveg stórkostlega skemmtileg dagskrá framundan hér á eftir. Ég er að skoða hérna dagskrána, álingasamkoman hérna á eftir klukkan 22 og það er gigg allar að spila og skemmt okkur. En ég ætla að minna líka það í fyrramálið að þá er fjölskyldusamkoma klukkan 10 og endilega komdu, það er geggjað veður, það er reyndar að fara að kólna aðeins þannig að maður fer bara aðeins í úlpu og eitthvað og húuna. En komdu, ég skora þig. En svo getur líka bara fylgst með okkur á kotmot.is eða lindin.is eða hlustað á lindinni. Bara, við verðum með. Ég ætla bara rak hérna augun í eitt, ég ætla að lesa fyrir ykkur, að ég ætla að biðja son minn að gera eitthvað fyrir mig og hann heyrir aldrei neitt. En sjá, hönd drottins er ekki svo stutt að hann get ekki hjálpað og hans eyra ekki svo dauft að hann heyri ekki. Miklu betra að hafa Guð heldur en eitthvað sem heyrir ekki neitt. Góða skemmtun.
straining from the weight. My heart no longer can keep from singing. All that is within me cries, for you alone be glorified, Emmanuel, God with us. My heart sings a brand new song. The dead is paid, these chains are gone, Emmanuel, God with us. No, our hearts don't deserve your glory, but still you show love we cannot afford. Like him straining from the weight, my heart no longer can keep from singing. All that is within me cries, for you alone be glorified, Emmanuel, God with us. My heart sings a brand new song. The dead is paid, these chains are gone, Emmanuel, God with us. Such a tiny offering compared to Calvary. Nevertheless, we lay it at your feet. Such a tiny offering compared to Calvary. Nevertheless, we lay it at your feet. All that is within me cries, for you alone be glorified, Emmanuel, God with us. My heart sings a brand new song. The dead is paid, these chains are gone, Emmanuel, God with us. Gaman að sjá ykkur í kvöld, elsku vinir. Ekki eins gaman að sjá okkur. Mér þykir leiðilegt að vera sá sem tilkynir ykkur það að við komum ekki hérna til þess að halda tónleika. Því miður. Við komum aftur á móti til þess að lofa Guð með ykkur. Það þýðir að þið þurfa að taka þátt. Getum við, þú er að standa upp, má ég sjá. Má ég sjá. Geta allir staðið upp. Getum við klappað, má ég heyra klapp. Má ég heyra klapp. Við ætlum að halda samkomu hér í kvöld. Það er ekki tónleikar, samkoma. Hefði það verið tónleikar, það verið 4.500 kall í dyrunum minn. Það var frítt inn, þannig að það verði að lofa Guð. Í alvöru tala. Ekki vera að stressa okkur upp á því að sitja svona og nei, þetta er ekki gott sound. Akkur er þessi á trommónum og svona. Eigum við að lofa Guð? Má ég heyra eigum við að lofa Guð? Einu sinni enn, eigum við að lofa Guð? Okay, let's do this.
Akkurat. Þau verða að halda áfram að dansa og klappa saman höndunum. You surrounded me with a song of praise. You have brought me to this place where your love and grace moves in my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world like a place begin. All around the world like a place begin. All around the world. I am planted here like the water's in. I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. Is the reason why I sing all around the world like a place begin. All around the world like a place begin. All around the world, all around the world like a place begin. All around the world like a place begin. Your love is beautiful. Your love is beautiful. Is the reason why I sing all around the world like a place begin. All around the world like a place begin. All around the world like a place begin. All around the world like a place Stóður sig ekki vel? Þeir spiluðu þetta vel. Halleluja. Við ætlum að taka eitt af mínum uppáhalds lofgjörðalögum. Það er Hillsongslag sem heitir Oceans. Endilega syngið þið með. Lofið Guð með okkur í kvöld. Við erum komin hingað til þess að lofa hann. Halleluja. Ekkert annað skiptir máli en að fá að finna fyrir honum. Halleluja. Takk Jesus. Call me out upon the water, the great unknown, my feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When ocean rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine.
peace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never failed and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When ocean rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. You are mine. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When ocean rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. You are when my trust is without borders, let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Lofum það saman, sískin. Látum ekki umhverfið trufla okkur. Við getum lokað augunum rétt á meðan ef við viljum. Beinum þessum andlegu sjónum okkar til Drottins. Lofum nafnið hans. Segjum honum, Jesús, ég elska þig.
Jesús, ég þrái meira af þér. Drottin, ég þrái minna af mér. Jesús, viltu snerta mig í dag? Ég þarf á því að halda að þú snerti hjarta mitt, Jesús. Halleluja. Lofum hann saman. Biðjum til hans, tölum til hans. Eigum samfélag við hann. Gleymum sjálfum okkur stund og lyftum Jesú upp. Lofum hann. Blessaðu sértu Jesús. Þú ert heilagur. Þú ert réttlátur. Þú ert góður. Þú ert sannur. Þú ert trúr. Þú ert trúfastur. Þú bregst aldrei. Þú yfirgefur okkur aldrei. Þú ert alltaf með okkur. Þú heldur okkur uppi. Þú heldur utan okkur, Drottin. Ég elska þig, Jesús. Ég elska nafnið þitt. Ég elska nærveru þína, Drottin. Þú ert heilagur. Við þráum bara það eitt, að lofa þig í dag. Að blessa þitt heilaga nafn. Þakka þér, Jesús. Þakka þér fyrir heilagan anda, Drottin. Question that is near, far away. Healing doesn't come from the explain. Jesus, please don't let this go in vain. You're all I have, all that remains. So here I am, what's left of me, where glory meets my suffering. I'm alive, even though a part of me has died. Take this high and breathe it back to life. I fall into your arms, open wide. When the hurt and the healer collide. Breathe. Sometimes I feel that's all that I can do. Pain so deep that I can hardly move. Just keep my eyes completely fixed on you. Lord, take hold and pull me through. So here I am, what's left of me, when glory meets my suffering.
Take this heart and breathe it back to life. Fall into your arms open wide. When the hurt and the healing, Jesus come and break my fear, break my heart and take my tears. Find your glory even here. When the hurt and the healing, Jesus come and break my fear, break my heart and take my tears. Find your glory even here. When the hurt and the healing collide. Halleluja. Ekki Drottinn góður? Finnum við nærveru Guðs? Þegar við finnum nærveru Guðs, hvað ætlum við séum að finna? Jú, heilagan anda, dýrð Guðs, og það er eins í dag eins og hefur alltaf verið að Drottinn lætur ekki dýrð sína opinberast eða falla á hvað sem er, hvenær sem er eða hvernig sem er. En mér finnst gott að finna hér í kvöld og líka fyrir í kvöld og í dag hvernig lofgjörðin dregur niður nærveru Guðs. Að þegar við gefumst undir hann, þegar við leggjum sjálf okkur til hliðar, áhyggjurnar, þið þekkið þetta, leggjum það til hliðar og þá kemur nærveran hans yfir og það er eins og allt í einu verður einhvern veginn þannig að það skiptir ekkert máli nema það að fá að lofa hann og dvelja hjá honum. Það er einn svolítið merkilegur ritningarstaður, þeir eru náttúrulega allir merkilegir, en það er einn ritningarstaður í Galatabréfinu sem segir: En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gindum. Tilheyrum við Kristi Jesú? Að sjálfsögðu, má ég heyra amen? Við tilheyrum Kristi Jesú, við tilheyrum ekki þessum heimi, við viljum ekkert tilheyra honum, við viljum tilheyra Jesú. En höfum við krossfest holdið með ástríðum þess og gindum? Það er aðeins færri amen þarna. Vegna þess að öll höfum við eitthvað sem við ágirnumst, eitthvað sem okkur langar í, eða eitthvað sem við sækjumst eftir, sem að jafnvel er ekki vilji Guðs að við eigum. En sá sem tilheyrir Kristi Jesú, og þetta er ekki eitthvað sem gerist bara einu sinni, á hverjum degi þurfum við að tilenga okkur Jesú. Vegna þess að það er ekkert mál að ganga í burtu. Og við höfum eflaust öll gert það einhvern veginn, einhvern tíma. Margir lengra en aðrir. En öll höfum við einhvern tíman rambað út af veginum og gengið í einhverja átt. Þangað til Drottinn greip inn í kringumstæður okkar, alveg svo þegar við frelsuðumst fyrst. Og í miskunn sinni, af því að hann elskar að miskunna manninum, að þá skilur hann mannin ekki eftir munaðarlausan. Aldrei. Það kann að virðast hann í stundum. Og stundum kannski beinum við sjónum okkar upp og sem Drottinn, af hverju finn ég ekki fyrir þér? Af hverju svarar ekki bæn minn? Eða af hverju leysir þú mig ekki úr þessum aðstæðum mínum? Af hverju gerur ekki eitthvað? Ég hef oft spurt mig að því, er Drottinn einhvern tímann að gera ekkert? Vegna þess að við notum þennan frasa svo oft að Guð gerir eitthvað að sjálfsögðu. Hann er Guð. En svo segir í sama bréfi: Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér, og lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son,
sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Þetta sagði Páll, ég er krossfestur með Kristi. Hann sagði líka, ég hef enn ekki höndlað það. Og þau fáum þessa spurningu, þekkjum við Jesú? Já, að sjálfsögðu, við þekkjum Jesú. Páll sagði, ég vil þekkja Krist. Það er svo mikið að þekkja. Við þekkjum hann sem frelsara, við þekkjum hann sem lausnara, við þekkjum hann jafnvel sem lækni, þann sem að huggar. En þetta djúpa samfélag brúðar og brúðguma, það gerist ekki bara allt í einu. Það tekur tíma að kynnast. Og það koma aðstæður hjá Jesú, þar sem hann var tekinn og hann var krossfestur. Dýr sé Guði, annars værum við ekki hér. Og það segir annar þeirra tveggja sem að voru krossfestir með honum, að það segir annar þeirra illvirkja sem upp voru festir, hætti hann og sagði, ert þú ekki Kristur, bjargaðu sjálfum þér og okkur. Þetta er röddin sem ég er að tala sem að er stundum hérna öðrum megin hjá okkur. Drottinn, af hverju gerur ekki eitthvað í kringumstæðunum? Ég er bara fastur hérna. Ég kemst ekkert áfram. En hinn, hann ávítaði hann og sagði, hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þó undir sama dómi. Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörðir okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þarna kemur allt í einu rödd sem að réttlætir Guð og segir þrátt fyrir það að ég er í þessum aðstæðum núna, þá er hann réttlátur. Hann hefur ekkert illt gjört. Og þarna kemur einhver rödd sem að er jú líka til í okkur, sem að réttlætir hann í einu og öllu, þrátt fyrir krossfestinguna. Það er að segja að krossfesta holdið með ástríðum eins og gindum. Það er aldrei þægilegt að þurfa að krossfesta holdið með ástríðum eins og gindum. Vegna þess að líkamlega er hold okkur svo ofboðslega dýrmætt. Og þá sagði Jesús við hann. Já, þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríkið þitt. Og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Bara fyrirheiti sem fylgir því að réttlæta nafnsona Guðs alltaf. Þrátt fyrir, hann leið okkur stundum þannig að okkar hold sé krossfest með ástríðum eins og gindum. Við segjum, hann hefur ekkert illt aðhafst. Hann er bara góður, hann er sannur, hann er trúr og trúfastur og hann bregst mér aldrei. Þetta er trúin sem kemur okkur inn í borgina helgu. Amen. Við ætlum að taka fyrir ykkur lag, spila og syngja fyrir ykkur lag sem er akkurat þessa sögu, eða þennan mann sem að hékk hann á krossinum við hliðina á Jesú og fékk allt í nú opinberun og augu hans opnuðust og hann sá gjörðir sínar, hann sá sekt sína og hann sá réttlæti Guðs. Þetta lag heitir Þýf. Time is
soon. It's been so long, oh, such a long time since I lived with peace and rest. Now I am here, my destination. I guess things have worked for the best, and I know that my time is coming soon. Who is this man? This man beside me. They call the King of the Jews. They don't believe that he's the Messiah. Somehow I know that it's true, and they laugh at him in mockery and beat him till he bleeds, and they nailed him to the rocket cross. They raised him, yeah, they raised him up next to me. My time has come. I'm slowly fading, but I deserve for what I receive. Jesus, when you are in your kingdom, could you please remember me? And he said, be still, holding on. The tears fall from his eyes. He says, I tell the truth today. You will live with me in paradise. Oh, yes, and I know that my time, yes, my time is coming soon. Oh, yes, and I know that my time, yes, my time is coming soon. Oh, yes, and I know paradise is coming soon.
Yndislegt lag. Ótrúlega magnaður texti. Halleluja. En við ætlum að bjóða yndisleg hjón upp á svið. Við ætlum að taka fyrir okkur lög. Emil og Íris, gefum gott klapp. Góð kvöldi. Góða kvöldi. Ó, er ég búin að njóta þess að hlusta. Amen. Það lag sem Dani var að taka, eða þau var að taka nú rétt á hann, það gaf mér von. Fyrir mörgum ára síðan, þegar ég var að fara að hætta að hlusta á kristalla tónlist þá, og ég hlusta á Thursday og þetta var lagið sem hitt mig beint, bara já ok, ég get þetta, það er til flott kristalla tónlist. Amen, halleluja, við ætlum að taka lag, lög af geisladisk sem við erum að fara að gefa út. Og við ætlum að byrja lagi sem heitir Aðeins þú. Nei, fyrirgefðu, ég er ekki alveg með þetta. En það næstu bara við, það heitir Það ert þú. Amen, ég er að reyna, ég er alveg geðsræðingur, þetta er búið svo geðveikt. Svo enginn skilji mig.
var hraðari útgáfin af laginu Hjálp. Ég hef aldrei sungið það svona hratt áður. Við erum að æfa okkur. Mér langar að segja ykkur aðeins frá þessu lagi. Þannig að stundum hjálpa manni að skilja textana þegar maður veit aðeins þá. Þetta samdi Emil og ég og þessi textur í rauninni út frá fótsporunum, ef einhver þekkir sögun fótsporum. Og oft upplifum við góða tíma og allt blómstrandi og allt brosir við okkur og svo finnum við okkur í erfiðum aðstæðum. Og það stundum eins og við finnum þá ekki fyrir nærveru Guðs eða styrk hans. En það akkúrat þá sem hann okkur nærri, sem næst, þó við finnum það ekki. Og í sögunni þá segir ég barð þig. Þegar þú fannst ekki fyrir mig þá var það ég sem barð þig í örmum mínum. Dreymdi mig, þú gekkst á ströndum mér við hlið, lífið bjart og leiðin greið. Yfir himinn, yfir höf, liðu minninganna lög, ljúfa sigra von og neyð. Aðeins þú hefur boðið mig í örmum þér gegnum dauðans dimma dag. Aðeins þú getur blásið nýrri von í brjóst og fært mitt líf í lag. Sporen tókum við, uns leiðin
dauðans dimma dal. Aðeins þú, hefur blásið nýri von í brjóst og fært mitt líf í lag. Takk aðeinslega fyrir okkur. Við fáum að vera með í næsta lagi. Það þýðir að við stóðum okkur vel, takk Vinni. Þegar maður er búinn að vera hjá þeim og með þeim, þá var ómögulegt að leyfa þeim að fara. Þannig að þau ætla að vera með okkur hérna áfram. Dýr sé Guði fyrir það. Einstök hjón. Gefum þeim gott klap. Takk fyrir. Mér finnst að við ættum að rísa á fætur í næsta lagi. Þetta er alveg æðislegt lag sem við fáum að syngja með þeim núna. Alveg nauðsynlegt að standa upp og taka þátt. Gave up your throne, now and forever. Your blood redeeming, death overwhelmed by the power of your name, Jesus. Now you be exalted, you be adored, now and forever. You're all surpassing, all will declare the power of your name, Jesus.
worship you, Jesus. Creation sings holy, holy, holy are you, Lord. Núna er tíminn í laginu þar sem hann lokar bara augunum og lyftir höndunum og hugsar Jésu. Amen, eigum við að gera það? Syngdu saman.
þú mætir okkur enn og aftur, Drottinn, með yndislegri nærveru þinni, Jesús, halleluja. Ég elska þig, Jesús, ég lyfti upp nafninu, Drottinn minn. Þú átt allan heiður, Drottinn minn, Jesús, halleluja. Heilagur Jesús, takk Jesús, Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world who could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
turning back, no turn. Hallelujah, the cross before me. Before me, the world behind me. No turning back, no turning back. That cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Hallelujah, no turning back, Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Amen. Amen, halleluja. Við ætlum næst að fá smá vitnisburð og hann Óli ætlar að koma inn upp og segja nokkur orð. Gefum honum gott klapp. Amen, ég sé ekki þetta. Heilsa ykkur í Jesú nafni, þetta er Ólafur Haukur. Gaman að vera með ykkur hérna. Yndisleg lofgjörð, hugsið ykkur. En það, hún Íris var að tala hér áðan eitthvað lag með Third Day, eitthvað hefði snert við hennar lífi og gefið henni von. Ég sagði henni frá því fyrir, held ég 1 eða 2 árum síðan, að lag sem hún söng þegar hún var ung stúlka, sem heitir Blómið og mörg eitthvað þekkir, yndislega fallegt lag, sem að hélt lífinu mér í mörg ár. Í gegnum internetið og þetta var svona eini diskurinn sem ég átti, það var þessi diskur, af því að ég hef líka verið týndur og var það í langan tíma og ég ætlaði að koma með smá svona örstuttan vitnisburða, en áður þá langar mér líka að við gerum okkur grein fyrir hvar við erum í þessu húsi hérna, hvað Guð hefur gert hérna í þessari sveit hérna í Kirkjulækjarkoti. Og við í United höfum verið mjög mikið hér og vorum á síðasta ári. Og þegar ég var eysli niður í gömlu kirkjunni hérna niður frá sem við fengið að gangi í gegnum margt, brunnið og fokið og alltaf endurbyggð, og við vorum að fara að skýra þarna í litlu kirkjunni, maður tekur svona trélokk gólfinu upp á sviðinu og þá er lögin þar undir. Og mér fannst þetta svo yndislega fallegt og ég var eitthvað svona að leita Guðs og ég fann að tárin fór að renna og þá gaf mér Guð mér svona sýn sem að ég horfði svona upp í kirkjuloftið svona. Og þá sýndi hann mér fullt af andlitum sem að fólk á öllum aldri með tárin í augunum og voru að lofa Guð fyrir það sem að vera að gerast í kirkjunni. Og til þess að segja okkur, við kannski stundum gerum okkur ekki grein fyrir því, en bara í þessu litla starfi sem við erum með, þar sem við reynum að hjálpa þeim sem eru týndir, að þá voru yfir 100 mann sem tóku skírn í þessari laug 2014. Og við kannski gerum okkur ekki alveg grein fyrir hvað er að gerast. Og þegar ég segi að taka skírn, við höfum gegnum tíðina, við getum verið svolítið flippu líka og við skýrum fólki í sjó og út allt og það er gaman og það er yndislegt líka. Við höfum gert það mis í 3 gráðu heitu vatni, í úljósvatni. En veistu það sem gerðist þessa daga, þegar vorum þegar var verið að skýra þessa einstaklinga, þá fekk maður upplifa þessa andlegu baráttu sem á sér stað. Gríðarlegu baráttu. Og ég man það var fólk sem stóð og var að fara honi niður tréstíga, niður í laugina og maður sá hvernig svona óverinn togaði í. Nei. Og svo á móti, jú, komdu þá. Og hann beið niður í pottinu með opinn faðminn. Sko, svona þegar maður sér myndin af því og meðan heimur reyndi að toga í. Og þetta var svo yndislegt þegar fólk tók þetta skref og fór niður í og niður í vatnið og kom upp ný sköpun. Að þá fór líka hlutir að gerast í þessari litlu kirkju að fullt af fólki sem kannski nýlega komið til trúar fór að koma með spámælu orðin í lífi einstaklingar sem voru að koma upp. Og það er því að andi Guðs er til staðar, þar sem við lofum hann og lyftum hans nafni. Og það var yndislegt að horfa á, ég man við vorum að skýra held ég 10 eða 12 manns og það tók á 3. klukkutíma að gera það. Af því að það voru svo margir sem voru með orð til þess að einstaklingar sem voru að skýrast þennan dag. Þannig að lofa Guð fyrir þennan yndislega stað og alltaf fólk sem búið að biðja hér í gegnum árin. Og ég er þakklátur fyrir þennan stað, gríðarlega. Og ég er að starfa mikið í kristilegu starfi gegnum árin og margir þekkja mína sögu og þessa baráttu sem maður getur lent í. Að ég fór með góða trú
til Svíþjóðar 1999 til þess að fara á biblíuskóla og ég kom heim eftir 10 ár, forsjúkulegur alkohólisti, nær dauðaðinn lífi eftir 2 hjartastopp og fekk það þriðja fyrir utan kotið þar sem ég fekk hjálp 20. febrúar 2010 og þetta eru bara rétt rúmlega 5 ár síðan. Og þá getur maður svona, þegar maður fyrir að skoða orðið og það sem er fyrir mig í dag. Ég var dæmdur öryrki til lífstíðar, ég myndi aldrei geta unnið á lífsleiðina aftur. Ég titraði og skalf og puttarnir voru fastir vegna taugaendarnir voru ónýtir og ég var bara í rúst. Ég kom í raun til Íslands til að deyja, mér var sorglegt að deyja erlendis þegar börnin mín voru hérna heima. Ég var 4 börn hérna á Íslandi sem ég bara skildi í raun eftir. Og ég ætlaði bara að vera í 1 mánuði viðbót í Svíþjóð árið 2000 og kom heim eftir 10 ár, 10 ömurleg ár. En á sama tíma er Guð svo yndislegur, hann getur læknað sárin og ég segi það ofta að við eigum eftir sárin, það er bara að það sé ekki að grafa í því ennþá. Heldur þetta sé svona merki það sem við höfum þurft að ganga í gegnum. Og mitt líf fjallar það, ég byggi mitt líf á trú. Hún var að segja hérna í dag, hún yndislega söngkona, hún Anna, einmitt þetta byggist á trú. Ekki bara von, heldur líka trú. Og ég byggir mitt líf á því. Ég elska að hjálpa öðrum til þess að losna úr víðum, hvort sem það er áfengi eða fíkniefni eða öðrir erfiðleikar, andlegir erfiðleikar sem fólk er í. Og ég hef gefið mitt líf til þess að gera það. Og sama hátt hefur Guð blessað mitt líf alveg stórkostlega. Ég gaf eftir mína vinnu og raun og miklar tekjur og allt og það skipti ekki máli, langar bara til að segja ykkur hvernig Guð er. Að þú veist, ég man þegar við stofnuðum Draumasetrið eða Drottins stoppsetti Draumasetrið í desember 2012 við handónýttu húsi og við peningalaus. Ég hafði peninga, ég var í gríðarlega góðri vinnu og mikil laun og mikil vinna. Þó ég hef aldrei átt að geta unnið aftur, þá var hann samt komin í farin að nálgast 300 tímana eins og með einu með lagið þegar ég byrja. Og ég kastaði þessu öllu frá mér. Og ég uppgötaði eftir á að í dag þá er ég svona nokkuð undir félagsbótum í laun. En ég hef aldrei nokkuð tíman átt eins mikið eins og á í dag. Og Guð er bara blessað og Guð er þannig. Og Lúkasar Guðspjalli 15. kapli sem er legið svona á mér núna síðustu daga. Og mér langar til þess að við öll svona tileinkum okkur hérna. Ég tala mikið synina 2 og hérna ég er svo þakkláttur fyrir það að mörg mín systkini voru með þetta hugafar og kærleika föðurins. Bara með opinn arminn, Óli þú þarft ekki að segja neitt. Komdu bara, ég elska þig og það er svo gott að sjá það að vera komin tilbaka. Að við séum ekki hugafar eldri bróðursins. Og það er svolítið mikið í okkur. Hugsið okkur hvað eigum öll tilheyrum við einhverjum kirkjum sem eru kannski 3 og 4 sinnum fleiri meðlimir í heldur koma á safnaðarsamkomur. Sem segir okkur að í sama kafla er talað um týnda sauðinn. Og það er athyglisvert að við beinum alltaf sjónum okkur að þeim sem eru týndir hér úti. En ef maður hugsar út í þessu sögu, þá þessi sauður hann tilheyrði hóp af, þau voru 100 sauðir og þeir mistu einn frá. Og hann skildi 99 eftir til að leita sem einan. Og kannski er það akkur það sem Guð er að sitja í okkar hjarta í dag. Hvar er maðurinn sem satt við hliðina á mér á síðasta ári? Hvar er konan sem var svo yndislega góð fyrir mig og baði fyrir mig þegar ég kom til trúar? Og hvar er allt þetta fólk? Það er gott að fókusa á það að leita þeim sem týndir eru og eru hér í þessu landi þar sem alveg gríðarleg lögleysa og hérna syndin flæðir yfir í allskyns myndum. Allt er gert í frelsi og Guð er allstaðar. Og ég segi svo oft í United, minnst það svo mikilvægt að við skiljum það að það er bara ein leið að hjarta föðurins og það er gegnum Jesú Krist. Og það er eina leiðin. Það er allt og margir sem að þeir segjast eiga að trú á Guð en eiga erfitt með að kaupa söguna þessum Jesú. Hvað áttu þá? Það áttu í raun ekki neitt. Og við þurfum að vera opið fyrir því og ég skora á okkur að því að ég er svo þakkláttur fyrir mitt líf í dag. Ég er glaður, ég vakna hverjum degi, þakkláttur fyrir lífið að ég fekk annan séns. Ég kom til Íslands fyrir 5,5 ára síðan til þess að deyja. Og í dag þá fæ ég vera til staðar fyrir fólk. Og börnin mín, ég elska börnin mín. Þau voru, öll mín börn og mín fyrrverandi eiginkona, voru með hjarta föðurins í þessari sögu.
Þau sögðu ekki neitt og dæmdu mig aldrei, heldur bara elskuðu mig. Okkar starf í United að elska fólk til lífs. Og það besta leiðin, það að boða kærleika, þá boðar Guð. Og ég bið þess að við eigum yndislega helgi að þessi staður mér rosalega dýrmætur. Ég átt svo óbúslega góðar stundir hérna. Hérna fekk ég líka endurreisn þegar ég var að koma tilbaka og ég þakkláttur Guði fyrir það. Þakkláttur fyrir yndislega sískinni, lofgjörð, hugsa ykkur hvað þetta dýrmætt. En megi Guð gefa okkur trú, elsku vinir, bara trú og meiri trú. Ég tek Hebreabréf 11 og ég lifi það algjörlega. Ég þarf ekki að sjá til þess að trúa. Ég bara trúi. Þegar þrengingarnir þá stendur við að gleðjast í þrengingunum. Af hverju? Að því við vitum hvað endamarkið það sigur. Það fullkominn sigur. Við þurfum ekki að efast. Þó á móti blási að þá hann alltaf til staðar. Stundum skiljum við ekki af hverju. Af hverju hlutir þetta svona erfiðir? Af hverju verður þetta svona erfið? Af hverju fæ ég ekki hlutinni gegn síðan að biðja? Biðjum til Guðs með bæn og beðin og þakka Guður. Þökkum Guði fyrir svarið þó að sé ekki komið. Af því það mun koma. Hann trúr og hann réttlátur. Og ég elska Drottinn Jesús með allt annað sem til Ég veit ekki hvar ég væri í dag ef ég ætti ekki þessa trú. Að ég á nákvæmlega sama stað og heldur betur finnst mér eins og því ég kynntist honum hérna fyrir 1990 og tók á móti Jesú Kristi og gat ekki sofið á næturnar að því mér leið svo vel og ég elskaði hann svo mikið og í dag þá elska ég hann, ég elska hann, ég elska hann, ég elska hann og ég skammast mér ekkert fyrir það. Ég þakkláttur fyrir að fá að vera á lífi og ég þakkláttur fyrir að fá að geta gefið það til annara. Það engin starfsmaður í mínu fyrirtæki sem ég vinn í dag sem ekki hefur komið á samkomu. Og það svo gott að geta verið góðilmur Kris, hvar sem við stígum niður fæti. Bara Guð blessi ykkur og eigum yndislega kvöld áfram vil ég gera skemma þessa yndislegu lofgjörð hérna sem búið að vera og tökum á móti þessa helgi. Þetta mót sem svona í raun, föstudagur í dag. Það eru laugardagur, sunnudagur og eftir mánudagur. Tökum á móti sem Guð hefur fyrir okkur. Ekki gleyma því þegar við kyngjum pulsunni niður á hellu á mánudaginn og áður fyrir mig í bæinn. Heldur tökum það með okkur og lifu það alla daga sem Guð situr inn í lífið. Vertu væntandi þessa helgi hvað Guð vill gera í þínu lífi. Þú keyrðir hérna í 1,5 klukkutíma, tjaldar hérna og getur verið skítakvöld í kvöld að því þú þráir að taka á móti ykkur nýju. Og Guð með það fyrir þig í kvöld. Bara Guð blessi ykkur og varviti. Amen. Takk. Geggjað, herðu, gaman að sjá okkur, rosalega gaman að vera hérna. Ég veit ekki hvert þið þekkið okkur, við erum hljómsveit Gigg og fyrir ykkur sem þekkjur okkur ykkur sem veit ekkert hver við erum. Pínu skrítið, hvað ert þú búinn að vera? Nei. Þarna, við erum búin að gefa út fullt af diskum, þið getið farin á heimasíðu sem við eigum gigonline.is, verið vinnir okkar á Facebook, við erum að fara að halda lofgjörðarkvöld núna reglulega þegar kemur að vetri. Við erum að vinna í því, okkur langar að fá ykkur öll og fá vini ykkar öll og við viljum lofa Guð eins og við erum að gera hér svona líkt á þessu. En við viljum að þið standið upp, við ætlum að taka, hvað köllum við þetta lag? Nei, ég meina, þetta hvað? Stuðlag. Þetta stuðlag, mjög mikið stuð. Þetta þýskt skemmtipopp. Það lagið. Við erum að spila svolítið fílið ekki þýskt skemmtipopp. Þetta lofgjörðarlag. Komið þið og tökum þátt. Við erum alveg að búin. Það gaman, við ætlum að lofa Guð saman og bara klárum þetta með það eru 2 lög eftir, við ætlum að gera þetta með trompi. En nákvæmlega. 1, 2 og... 1, 2. Okay. What have you done? I don't know. What the text about? Hvað kjör það? That person waking inside of every heart, for He is awesome.
Planet Shakers. Svolítið öðruvísi, en svona hressandi. Herri, við ætlum að fá hérna skötuhjúin aftur upp. Þið ekki til í það? Eitt lag í viðbót. Við ætlum að taka lag sem heitir Made for Worship. Og þetta er Hillsongs. Já, þú erum með betri texta. Þeir eru að reyna að ákvæða sig í hvað tóntegund lagið er. Distraction, my attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection is set on you. I was made to worship. I was made for your embrace. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made for your embrace.
þakka kærlega fyrir okkur. Yndislegt að fá að vera með ykkur í kvöld. Megi Drottinn blessa ykkur. Amen. Að fá að segja takk fyrir þetta alveg bara eitthvað frábært að segja. Flottur gítarleikari, flottur bassaleikari, flottur tónn. Allir flottur. Það er því, takk. Song. Ooh.